Góðan daginn og velkomin í dag. Happy Sabbath. Feliz Sabato. Gaman að sjá okkur. Við skulum byrja með smá bæn. Kærleysriki Faðir, vilt þú vernda okkur hér, vera með okkur í dag og leiða okkur í orði þínu, í Jesú nafni. Amen. Við skulum byrja því að syngja salmi númer 169, dýrlegast nafn 169. Jesús, dýrlegt nafn, fallegur salmur og við skulum halda áfram og syngja 387, ég veit að lifir lausnarinn. Lifir minn lausnarinn.
Já, það er svo gott að geta fundið hjartað Guðs, fundið gleðina. Við skulum lesa ritningaversi sem ræðumann hefur valið, er í Jeremía 33:10 og 33:3, já, fyrirgefið. Og við skulum rísa úr sætum. Kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega þú hefur eigið þekkt. Þeir sem treysta sér til mega krjúpa til bænar. Kæri Faðir, ég er svo þakklát fyrir orð þitt og ég bið þeim að vera með okkur í dag, að leiða okkur og gefa okkur skilning á þínu orði. Vilt þú vera með kirkjunni, starfinu? Vilt þú vera með þeim sem eru skráðir í bænabókina, veikir, sorgmættir, komust ekki til okkar af einhverjum ástæðum, eiga erfitt? Já, elsku Faðir, blessaðu starfi hér í dag og fyllt okkur heilögum anda, visku, kærleika og gleði. Hjálpaðu okkur að tengjast þér miklu meir en við gerum. Við lofum og þökkum í Jesú nafni. Amen. Já, við ætlum að halda áfram að syngja og nú skulum við syngja númer 391, Heyrið þér. Oft sem hafa sungið þennan. Þetta er líka fallegt að vera vinur Guðs. Það eru víst komnar upp að taka upp gjafir og gjafirnar fara í æskulýðsstarfið, eitthvað fyrir unga fólkið.
Kæri Faðir, ég bið þig að blessa þessar gjafir og margfalda þær. Vera með þeim sem gáfu og þessu starfi og kirkjunni hér. Í Jesú nafni. Amen. Já, nú komið að börnunum. Eigum við að syngja sálm fyrir börnin. Jesús, hann oss elskar öll. Og ef krakkarnir vilja koma og sitja fremst á meðan. Jæja, krakkar, viljið þið heyra barnasögu? Ert þú ekki með hana? Jæja, góðan daginn. Einhverjir krakkar hérna í dag? Það hérna, ein stelpa. Ég veit að mínir strákar svona alveg að hætta að koma fram. One girl, I know my boys think they're too big to come. Ég ætla að segja eina stutta sögu. I'm going to tell you a short story. Í fyrra, Last year, þá var ég að ferðast Tyrkland. I was traveling through Turkey. Og Tyrkland nálægt Grikklandi og Turkey is close to Greece. Í Asíu. And it's in Asia. Sem svona dálítið langt í burtu, en ekkert svo langt. It's far, but not that far. Og ég heimsótti stað sem heitir Gordion. And I visited a place that is called Gordion. Og þetta í dag þarna bara rústir And today, eftir gamla borg. there are only ruins there after a big city. En þessi borg mjög fræg. But this city is very famous í sögunni. in history. Og eitt sem gerist að þetta var í þessu ríki sem heitir Fríkju. And this was in a state that is called Phrygia. Og hafið þið heyrt talað Alexander mikla? Have you heard about Alexander the Great? Þegar hann átti leið þarna Asíu. When he was traveling through Asia, og barðist þarna nokkrar orustur, and he was fighting few famous battles, þá kom hann við þarna í þessari borg, Gordion. Then at that time he passed through this city. Og þar var svona þjóðsaga og þar var eiginlega dálítið frægur hnútur. And there was a story like maybe a fairy tale. And it was about a knot that was all tangled up. Já, það var hnútur þarna, en það var svona dálítið þjóðsaga í kringum þennan hnút. And there was a story about this knot. Og sagan var svo að þessi hnútur væri óleysanlegur. And the story went like this knot is you cannot solve it, you cannot untie it. Og að sá sem mundi leysa yrði konungur yfir Asíu. And if anyone could untie this knot, he would become a king in Asia. Og Alexander mikli, hann var mjög metnaðarfullur. And Alexander the Great, he was very ambitious.
Hann vildi eiginlega bara eignast heiminn He wanted to rule over the whole world. og hann sagði auðvitað vil ég koma og eiga við þennan hnút. And of course I want to go and try to Og leysa. untie this knot. Og hann fer þangað And og hann he- sér þennan hnút And he goes there and he sees the knot. og og eftir að hafa reynt svona aðeins And after he tried to untie it, þá bara tekur hann sverðið og hann bara he hann took, sjó hnútinn í tvennt he took his sword and he just sliced through the knot. og bara leyst mál. And the case was dissolved. En það er ekki dálítið sérstök saga og sérstök aðferð til Isn't að it- leysa hnúta. Interesting story and an interesting resolution. En þetta er já fræsaga og þetta orðatiltæki sko að höggva á hnútinn. And this is a famous story, and we have this saying in Icelandic to cut through the knot, Hún á sín uppruna í þessari sögu and that saying Gord- comes from this story. og gorgjun hnútur eða gorgjun knot er oft notað yfir eitthvað sem er nánast við vandamál sem eru nánast óleysanleg. And this word, the Gordian knot, is used for problems that are almost unsolvable. En það er líka önnur hlið á þessu að það má segja líka að hann hafi farið, Alexander hafi farið svona auðveldur leiðina. But there is Í að another, leysa þetta vandamál. other side to the story, and that is that Alexander the Great took the easiest way out to solve this problem. Og það er ekki alltaf gott. And that is not always the best way. Því að stundum þarf maður að leggja ákveðna grunnvinnu í Be- kringum vandamáli til þess að leysa það. Because sometimes you have to do some groundwork before solving the problem, Og ekki bara fara auðveldur leiðina. and not just choose the easiest way out. Og í dag, krakkar, í ræðunni minni, And today, in my sermon, munið dálítið eiga við erfiðar spurningar. I will Og deal with difficult questions sem við, sem kristnir einstaklingar that we as Christians, og eiginlega allir and almost everyone, glímu við. we have to deal with. Og þá er ekki lausnin að fara auðveldur leiðina. And in that case, it's not the the easiest way out is not maybe the best way. Oft í kringum svona spurningar þá þurfum við líka setja smá vinnu En- og hugsa og rannsaka. And when dealing with these questions, we have to think and we have to do some research. Þannig ég ætla að hvetja ykkur krakkar, fylgjast með ræðinni. So I'm going Og to öllum hinum. encourage you children and everyone else to listen carefully to the sermon. Takk fyrir. Thank you. Sonja. Ég er hérna til þess að bjóða hérna Linda og Pál að koma hérna upp til okkar á pallinum. I'm here to invite Linda and Paul to come up here to us. Síðast voru við tala það að Pál og Linda var að koma Last Sabbath, we were talking about that they were coming. og það sem við ætlum bara að gera í dag, rétt stutt, And what we're going to do today, just very shortly, hérna bjóða þeim velkomin is to welcome them svo þið getið séð hverja þau eru. so you can see who they are. Við ætlum hérna að bjóða þeim velkomin til starfa af því þau ætla að vinna með okkur í smá stund. They, They're not gonna gonna vikur. welcome them to work with us. They're going to stay with us for a little while. Við ætlum að bjóða þeim að vera með okkur í starfi það sem við erum að gera og endilega hafi samband við þau og bjóða þeim velkomin öll sem er hér. So they're going to be with us and welcome. I ask you to welcome them. And Við ætlum hérna núna Árni og ég að biðja fyrir þessum hjón we are now going to pray for this couple, og hérna við ætlum að biðja ykkur að fylgja með í bæninni og biðja með okkur, innri með okkur. I want to ask you to pray with us. Svoleiðis að við skulum öll úta í bæn. And we're going to pray now.
Kæri himneske Faðir, dear Heavenly Father, við þökkum þig fyrir þennan dag. we thank you for this day, Við þökkum þig fyrir þessu hjón sem er komin hér. and we thank you for this couple that are here. Við biðjum að starfi hérna megi vaksa ennþá meira sem hefur komið. We ask that the work here will still keep growing. Við þökkum þig fyrir þín heila anda sem hefur verið með á þessum stað. We thank you for the Holy Spirit that has been with us. Við biðjum líka hvort að þú vil vera með þessu hjónum á sérstakann hátt. And we ask you to be with this couple in a special way. Í Jesú nafni, amen. In the name of Jesus, amen. Kæri himmelske Fader, Dear Heavenly Father, viltu blessa þau we ask you to bless them og blessa það starf sem þau eru komið til and bless this work that they are about to do here. eins og sagt var í postulasögunum að við ættum að boða trúna. As it says in Acts that we should preach the gospel. Við þökkum fyrir alla þá hjálp We thank you for all the help sem við getum fengið that we are about to receive til að boða og halda áfram boðanastarfi. to keep on preaching the gospel. Í Jesú nafni, In amen. the name of Jesus, amen. Amen. Þá bara Birgir Gisvöld. Komið sæl á ný og gaman að fá að vera með ykkur hér í dag. I want to greet you again, and it's my privilege to be with you today. Ég og mín fjölskylda við búum á Stokkseyri My family and I, we live in Stokkseyri, sem eru svona cirka 60 kilometra which is Héðan. about 60 kilometers from here við suðströndina. on the south coast of Við Iceland. förum yfirleitt í Selfosskirkju. And we usually go to the Church of Selfoss. En þið þekki okkur, við náttúrulega höfum komið líka hingað. But we have Dálítið, been here, and you know us well. En við söknum dálítið þess að koma hingað líka. Það er gott að koma hingað. We miss you when we are not here, and it's good to come here. Og takk fyrir að bjóða mér að koma og tala til ykkar í dag. En ræða mín, hún fjallar sjö svona stærstu eða algengustu spurningar Guð á Google. My sermon is Eða about spurðar á Google. 7 questions, most common questions that are asked about God on Google. Það var rithöfundur sem tók saman dálítið lista af spurningum There was a writer that collected a list of questions, og ég ætla að tala 7 þeirra and I'm going to talk about 7 of those questions. og ég ætla bara að telja þær upp hérna. I'm going to recite them Með here. þær reynda, já, með hérna líka ef þú vilt á Á ensku. það væri dásamlegt. En ég get lesið fyrir ykkur, það er hvers vegna leyfir Guð þjáningu og ílsku Why does God allow suffering and evil? og hefur lífi tilgang? Does life have purpose? Er Guð til? Does God exist? Er Jesús sagði vera Guð í Biblíunni? Is Jesus presented as God in the Bible? Er kristin trú of þröngsýn? Is Christianity too narrow-minded? Er Biblían áreiðanleg? Is the Bible reliable? Og get ég kynnst Guði persónulega? Can I know God personally? Og svona í fyrstu sinn þegar maður lítur yfir þennan lista þá er þetta mjög svona hefðbundna spurningar eða ekki? And when we look at this list, we think, well, these are reasonable questions. Og oft erum við kannski að hugsa kannski dýpri spurningar eða ekki dýpri heldur einhverjar aðrar spurningar. But maybe we are thinking about other questions. En þetta eru svona frekar hefðbundna spurningar. And these are common questions. Og þegar ég var að undirbúa þessa ræðu þá og ástæðan að ég fór að undirbúa þessa ræðu er að mér fannst ég ekki persónulega hafa stutt svör við þessum spurningum. And the reason I chose to deal with this issue in my sermon is because I felt I didn't have short, concrete answers for these questions. Ég hef kannski svarin oftast þegar maður er í samskiptum við vini sína I maybe had an answer, but when I'm talking to my friends, og maður hefur kannski bara svona mínútu, and you only have a minute to reply, spurningin kemur upp og the question comes í einhverju formi
in some form or another. og maður vill tala þetta en einhvern veginn aðstæður eru þannig að það er stuttur tími og And you maður want- kemst aldrei að efninu. Or you want to discuss it, but the time is so short, and in the end, you just don't hit the point. Þannig ég fór í smá vinnu og reyna að svara þessum spurningum og ég ætla að deila þessum spurningum svörum með ykkur en auðvitað er þetta svona mín nálgun að þessu en kannski getur hún hjálpað eitthvað. So I decided to tackle this, and here is my work, and I hope it can help you also. Þannig eru þið tilbúin? Are you ready? Kannski spennt náttúrulega að heyra mín svör en These are my answers, and they may upset auðvitað you. er þetta ekki tæmandi hvað svör var það en þetta er svona mín nálgun að þessu en var þetta fyrst spurning, hvers vegna leyfir Guð þjáningu og ílsku? The first question, why does God allow suffering and evil? Og auðvitað er þetta mjög oft tilfinningaþrungin spurning því að við öll glímum við ílskuna og þjáningu. And of course, this is very emotional question because we all deal with suffering and some evil in our lives. Og þegar hún er tilfinningaleg þá í sínu eðli þá er erfitt að koma með kannski einhver rök. And when the question is emotional, it's can be difficult to bring some hardcore facts. Og þess vegna er mikilvægt að vera líka næmur fyrir því og taka tillit til þess oft er spurningin tilfinningaleg. En þegar okkur gefst tækifæri að tala kannski ástæðurnar þá nýtum við okkur þær nýtum við okkur það. But we have to be sensitive and in our answers, and we have to try to find the reasons for the answers we give. En ég myndi nálga þetta svona og fyrst og fremst segja að syndin er ekki frá Guði komin. I would approach this way. Sin does not come from God. Því að margir eru það býttu ef að Guð er almáttugur af hverju leyfir hann þjáningu og ílsku. Because many people think, okay, if God exists, why does he allow suffering and evil? Þannig ég myndi fyrst og fremst bara nálga það þannig syndin eða þjáningin sem er orsök vandamálana er ekki frá Guði komin. So I would say that sin and suffering is not the cause, but because it is not from God. Í okkar guðfræði þá mynda syndin í hjörtu engils. In our theology, sin has its origins in the heart of an angel, Sem þýðir að Guð hefur skapað verur which means that God created beings. og þá mannveruna og líka aðrar verur, engla, God kannski created aðrar man, verur, and he created also other beings like angels, með valfrelsi. and he gave them the power of choice. Í öðrum orðum, Guð skapa verur sem geta þá þóknast Guð en líka gert það sem þau vilja. So God created beings that can please God, or they can choose to do whatever they want. Þannig að þarna er dálítið mikilvægt að þetta komi fram að syndin er ekki frá Guði heldur Guð skapar verur sem geta síðan haft slæm áhrif á aðra. And this is important to say that God didn't create evil, but he created beings that could possibly have bad influence on others. Svo finnst mér líka mikilvægt að nefna að þetta ástand sem við lifum við með þjáningu og ílsku er tímabundið. And it's also important to mention that our state of being is, we are in an environment that has evil and has suffering, but it is only temporary. Og ég hef teiknað til dæmis hérna þessa línu og okkar tilvera og þetta ástand sem við lifum við er þessi litli punktur. And I have drawn a line here, and this dot, that is a time period where we live in. Þannig ég myndi ykkur öll ílska og þjáning, hún er staðbundin. All the evil and the suffering is only in that one point. It's only temporary. Hún er bara bundin við þetta litla stutta tímabil mannkynssögunar. It's only in this short time of Earth's history. Það gefur okkur dálítið ástæðu til þess að lifa lífið dálítið öðruvísi. And that gives us reason to live life differently. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því að hvað í raun gerist við okkur.
We don't have to worry about what will happen að to us. mikilvægast að við séum tengd Guði, The most important thing is that we are connected þá to erum God, við í góðum höndum. and then we Því are in að good þetta and ástand safe mun hands. líða undir lok. Because this time period will pass and end. Og svo í þriðja lagi þá lærum við oft af þjáningunni. And the third point is we often learn from suffering. Við lærum frá okkar mistökum We learn from our mistakes, og þarna kemur líka valfrelsi að Guð skapi verus með frjálsan vilja and that's because God, He has given us the freedom of choice, að þá getum við líka með okkar valfrelsi and with our freedom of lært af choice, mistökunum we can learn from our og mistakes, mistökum annara and we can learn from other people's mistakes. og þannig munum við í lokin And that's how we will in the end ekki vilja tengja okkur við syndina. we will not want to be connected to sin. Það þetta vers hérna í Rómverjabréfi 8. kapla, 18. vers. Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá dýrð sem oss mun opinberast. In Romans 8:18 it says, "For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." Og það svona dálítið saman við hann punkt og línuna. And that I connect to this timeline and the dot. En það líka tilvitnin í Biblíunum sem talar að syndin mun ekki rísa upp á ný. And there is also a reference in the Bible that the sin will be no more. It will not be again in the future. Og það vegna þess að við höfum þá lært. It's because we have learned. Við höfum lært að syndin ekkert eitthvað sem við viljum eiga við. We have learned that sin is something that we don't want. Okay, þannig í stuttu máli, In- syndin ekki frá Guði komin. Allt sem gerist mun líða undir lok, tímabundið og við lærum, það lærdómur. And so to summarize this, sin is not from God. Everything that happens is temporary, and we will learn from suffering. Ok, hefur lífið tilgang? Does life have a purpose? Nú ef að ég tek tvær heimsmyndir, If I take two worldviews, efnishyggjuna, the material world, að Guð ekki til og lífið bara efni, which says that God doesn't exist and life is just material, og svo að Guð sé til. and the other view that God exists. Í fyrstu heimsmyndinni, In the first efnishyggjunni, worldview, ef Guð ekki til, if God doesn't exist, þá fyrst og fremst allt bara efni. that means everything is just material. Meira sé ykkar hugsanir Even bara, your bara thoughts. efni og efnahvörf. Even your thoughts are just material Chemical reactions. and chemical reactions. Það engin stefna, There is no focus. það bara tilviljanir. It's all accidental, just. Það engin sem trúir þessu raun, það ekki hægt að lifa eftir þessu. It's impossible to live according to this theory, En þetta raunveruleikin. but this is Ef að reality. Guð ekki til, ef If- að allt bara efni. If God doesn't exist, then everything is just Það material. ekkert handan efnisheimsins. There is nothing nothing beyond that the transcends. concrete or that transcends the material world. Þannig að við getum búið til tilgang We can make a purpose, sem ákveðin sjálfsblekking, Which- illusion, which is an illusion, en allt mun hverfa, allt mun okkar líf mun enda, but everything will dissolve and disappear and Okkar- our life will end. sól mun kólna og þenjast út og springa Our sun will just explode og okkar alheimur mun þenjast út líka og eyðast. and the whole universe will just be destroyed. En á hinn bóginn, ef að Guð til, But on the other hand, if God exists, þá hefur hann skapað okkur then He has created til us samfélags við sig to have communion with Him. og þó að heimurinn sé í þessu kaotísku ástandi, And even though the world is a big chaos, þá erum við örugg í hans örmum. then we are still safe in His arms.
og þar sem við erum sköpuð í hans mynd, And as we are created in His image, þá höfum við hlutverk að gegna we have a purpose here, og eiga hlutdeild í hans eðli, or we can be partakers in His, his, just who He is. já, who is. Og þannig er okkar hlutverk eiginlega bara að skapa fegurð, And it's our part of our life is to create beauty, standa undir réttlæti stand for justice, og tengd lífsgjafanum von. and when we are connected to the life giver, we have hope. Já, Guð mun viðhalda lífi í okkur og God will, alheiminum og öllum. God will sustain us, and He will sustain the universe. Þannig lífi með Guði tilgangsríkt. That's why a life with God is purposeful. Og í samhengi við hina spurninguna þjáninguna, ef að við vitum að þetta bara lítill punktur af eilífðinni, And as concerning the suffering, when we know that our time here is just a little dot in eternity, þá hefur við líka tilgang að gegna að vera að þjóna. then we have the purpose of serving. Ok, og önnur spurning, og eitt vers í tengslu við þetta, 1. Pétursbréf, 2. kapli, 9. vers, en þér eru útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilug þjóð, eignar líður til þess að þér skuluð viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. In 1 Peter 2:9 it says, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light." Og Guð til? Þetta eru bara stóra spurningar hérna, ég veit Does að. God exist? These are big questions. Ok, og klukkan og getið þið svara því? And the time is Ticking, ticking. Can you do answer you have an this? answer? Já. Hvernig myndum maður svara þessari spurningu? How would you answer Guð this til? question? Ok, þetta ekki til þess að ræða ykkur. This is not to scare you. Það eru fullt af rökum There are fyrir tilvist Guðs. Many reasonings and facts about the existence of God. En ef við bara notum kannski okkar þekkingu í dag, But if we use the knowledge which we have today, þá virðist þá viljum við gefa þeim svona stóru myndina then í, we want to give the í stuttumálu. big picture in a short answer. Og ég ætla ekki að vera að tala neitt jarðfræðilegt eða líffræðilegt. I'm not going to talk about geology or biology or Við viljum bara gefa stóru myndina bara 1, 2 og 3. just give you a big picture Ok, very quickly. alheimurinn virðist hafa byrjun. The universe seems to have a beginning. Alheimurinn með náttúrulögmál sem virka, eru fínstilt og samstilt. The universe has laws which are very finely tuned and work. Þannig að alheimurinn virkar, The is universe functional. is functional. Og náttúran The sem við sjáum hérna á okkar plánetu nature all around us on this planet sýnir ummerki hönnunar bears witness of a designer. og lífið forritað. And it seems like the life is pre-programmed. Ok, við tengjum hönnun og forritun bara við hugafar. We connect design and pre-program with a state of mind. Þannig við sjáum hönnun í alheiminum, We see design in the universe, náttúrulögmálin eru fínstilt og samstilt. then laws of nature are very finely tuned. Og svo sjáum við líka í náttúrunni ummerki hönnunar, And in nature we see the design í of dýraríkinu og í plönturíkinu. the marks of design also with the animals and the plants. Ok, og svo í mannverunni, And man himself, þá sjáum við ummerki
eiginleika we see their qualities sem miða ekki að lifa af. that are not only made just to survive. Eins og þetta sem ég nefndi, við höfum þá getað að skapa fegur. As I mentioned before, we can create beauty. Siðferðislega We have morals, fegur í gegnum list, we have beauty through Tónlist art, og list. music, að painting. skapa þekkingu, fegur við það bara að skapa þekkingu We have beauty in creating more knowledge, og við höfum líka eitthvað í okkur sem sækist í hið æðra. and we have something in us that craves for something superior. Þannig að við getum nefnt að rökfræði, dómgreind, siðferðiskennd og frjáls vilji. So we can Þetta eru líka eiginleikar sem við höfum. mention some qualities like logical reasoning, judgment, morals, and free will. Takk eftir í þessu svari, ef ég tala bara uppbyggingu alheimsins, hvernig hann hönnun í alheiminum, hönnun í lífverunni, forritun í okkar DNA til dæmis og svo þessi eiginleikar mannverunar. It's too much. Þetta dálítið mikið. En það Okay. hægt að svara á 1 mínútu. So he's repeating everything he said, just the design and the man and everything. En ég fór ekki út í aldur jarðarinnar og I út í did not talk jarðfræði. about the age of the earth and geology. I'm just giving a big picture. En ég sagði hérna í byrjuninni að við þurfum að leggja smá vinnu í But þetta. I said in the beginning we need to put little work into this. En ég bara gef ykkur, ef ég get talað þetta á 25 mínútum If I hérna í can dag, talk about this in 25 minutes here today, þá ekki það mikil vinna að setja sér inn í þetta. that means it's not that much work. En í Sálmónu 19, annar versi segir, heimnarnir segja frá Guðs dýr og festingin kungjur verkin hans handa. In Psalms 19:1, it says, "The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth his handiwork." Ok, næsta spurning, Jesús sagði vera Guð í Biblíunni? Next question is, does the Bible say that Jesus is God? Og ég fer náttúrulega mjög grundi í þetta, I will just en út touch, frá okkar Guðfræði þá Jesús miðpunktur Biblíunnar. Eins og ég teiknaði hérna Biblíuna, Gamla testamentið og Nýja testamentið. I will just touch the surface, but Og Jesus- as we believe, Jesus is the center of the Bible, the Old Jesus Testament kemur and the fram- New Testament. Jesús kemur fram í Gamla testamentinu. Jesus is in the Old Og það Testament. spádómar hann og þetta fjallar allt There are hann, fórnakerfið Prophecies about him and the sacrificial system points to him. og svo þetta uppfyllt í Jésu Kristi og And we see the fulfillment in Jesus Christ in the Postularnir taka New Testament. náttúrulega fagnarindið og fara And allan the heim. apostles take the good news and bring En it out to the Jesus world. Ég sagði vera Guð í Biblíunni, hann rauði þráðurinn í gegnum alla Biblíuna. Jesus is the red thread through the whole Bible. En svo segir hann hérna eins og í Jóhannes 8. kapla 58, sannlega, sannlega segi ég yður, áður en Abraham fættist ég. So in John 8:58, Jesus says unto them, "Verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am." Og ef einhver myndi orða þetta þannig og einhver hefði orðað þetta þannig á þessum tíma, þá myndi gyðingar bara strax átt að sjá því að þannig ákveðið guðlast, hann að segja hann sé Guð. And if somebody in that time had listened to this, they would say, "Oh, this is blasphemy. He's pretending to be God." Já, og þeir einmitt tóku þeir upp steina til að grýta Jésu. And they took up stones to stone him. En hann duldist og fór út úr But he helgidómnum. hid and left the temple. Og svo í Opinberunarbókinu, þá fjallum að ég alfa og omega, segir drottinn Guð, hann sem og var og kemur hinn alvaldi. And in Revelation 1:8, it says, "I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty." Og það yfir 7 tilverðinir í Nýja testamentinu þar sem Jesús segist vera Guð. And there are over 7 places in the New Testament where Jesus says that he is God. Þannig að Jesús kynntur í Biblíunni sem persóna Guðdómsins. And Jesus is introduced in the Bible as one person of the Godhead. Og hann hafi sérstakt hlutverk í tengslu þá við
okkur og frelsunar áformið. And he has a special work to do with us and the salvation of man. Þannig að svarið, jú, Jesus sagði vera Guð í Biblíunni. And the answer is yes, Jesus is God in the Bible. Önnur spurning sem kom upp og dálítið sérstök kristni þröngsýn. And another question that is here is that is Christian faith too narrow-minded? Og það kannski ekki alveg vita hvað átt við hérna, ég veit ekki, en And I don't understand completely what is meant by this. Við erum að tala okkar áherslur, áherslu kristinmanna, Are we talking about the emphasis of us as Christians? Eða það að tala að hvort að Jesús eina leiðin til frelsunar? Or is the thinking there that Jesus is the only way for salvation? Hvort það skipti máli, hvort að við trúum á Jesú eða Búdda eða Guði, hinduisma? Does it matter if we believe in Jesus or Buddha or Hindu or whatever? Já, og auðvitað, sko, þessi spurning náttúrulega dálítið tengd hinum spurningunum. This question is connected to the other questions Tilvist Guðs og eðli Krists, about hver hann God's existence and his nature, og svo framvegis. etc. En í öðrum orðum það satt til dæmis ef að Kristur Guð But is it true that if Christ is God og kristni and Christianity Christianity is connected to Christ, og ef að Kristur Guð og það eru vísbendingar það bæði, já, að við getum fært góð rök fyrir því ef það sannleikur. and if it's truth that Jesus is God and we can give reasons for that, þá ætti það að vera augljóst að svo eina leiðin and then it í should be gegnum hann. obvious that this is the only way, that is through Jesus. Í Rómverjabréfinu 10. kafla og 9. vers þá stendur það, ef þú játar með munni þínum Jesús drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. So in Romans 10:9 it says, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and thou shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kristni dálítið frábrugðin öðrum trúarbrögðum að því leyti Christianity is different from other religions in the sense that að það gefur tilkall til náttúrun eða til raunveruleikans. Það gerir tilkall til raunveruleikans. It is connected with reality. Eins og hérna, Jesus segir, ef þú trúir í hjarta mínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum. And as it says here in this verse, that if you will believe in thine heart that God hath raised him from the dead. Þetta tilkall til atburðs í mannkynsögunni. This is connected to an event in the history of man. Sem við getum lesið og That we can það voru read about. vitneskjur And there were witnesses. Þannig að okkar trú tengd viðburðum og atburðum og sem tengjast raunveruleikanum. And that means that our faith is connected to reality, to history. Það sagt að margir hafi komið og sagt ég vegurinn og sannleikurinn. Many have said, I'm the way, I'm the truth. En Kristur kemur og segir ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. But Jesus says, I'm the way, the truth, and the life. Því að hann sigraðist á dauðan. Because he conquered death. Og við höfum vitneskju það í okkar sögu, mannkynssögu. And we have proofs of that in the history of mankind. Og Jóhannes 1. kapla 1. versi segir í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. In John 1:1 it says, in the beginning was the Word and the Word was God and the Word was with God. Og ef Kristur Guð þá And if Christ is God og allt lífið sprettur frá honum and all life comes from him, þá það náttúrulega eina leiðin. then that is the only way. En Biblían áreiðanleg? But is the Bible reliable? Og auðvitað í þessu Biblían, það mikilvægt að skilja Biblían ekki alfræðibók.
it must Og- be clear to us that the Bible is not an encyclopedia, og ekki vísindatímarit. and it's not a science book. Tilgangur Biblíana fyrst og fremst, hún segir okkur hver Guð The purpose of the Bible is to tell us who God is, og hún gefur okkur vísdóm til frelsunar. and it gives us wisdom unto salvation. Þetta megin tilgangur Biblíunar, This is the main purpose of the Bible. en get ég treyst henni. But can I trust it? Og í okkar samfélagi og kirkju, And in our church and in our community, þá trúum við því að Biblían, hún fjallar líka viðfemt mál, and then we believe that the Bible it talks about more than that. hún gefur okkur til dæmis innsýn inn í mannkynsöguna, It gives us insight into the history of man, jarðsöguna, geology, geological history kannski, maður segir svona, geological history, og líferni, and our way of life, how we live our lives. og svo líka rétt að sína á heiminum. And it gives us a correct view of the world. Eins og til dæmis þetta sem ég nefnið þegar ég tala að Guð væri til, And, rök fyrir tilvist Guðs, and when I talked before about the facts or reasons for the existence of God, að trúa því að Guð sé handan efnisheimsins, handan sköpunar sinni. that we believe that God is beyond beyond creation and beyond the material world. Þetta greiðlega mikilvægt að vita þess að Guð skapi kerfi It is very important to realize that God created a system sem virkar. that works. Og svo eru verur í þessu kerfi sem geta haft áhrif á kerfi. And then there are beings in the system that can influence the system. En í öðru trúarbrögðum þá eru til dæmis But in other religions, efnisheimurinn Guð. the material world is God. Í sömum til dæmis í algeistru þá eru dýrin Guðir og Like in plönturnar Guðir. hvað algeistru? Algeist pantheism. In pantheism, the animals are God and the plants are God. Og ef við getum ekki skilið Guð, því að Guðir eru náttúrulega Guðir, And if we can't understand God because gods are gods, þá getum við ekki heldur skilið náttúruna. and then we can't understand the nature either. Þannig að það eru afleiðingar á þannig hugsun. So there are consequences to that kind of thinking. Eða ef í póliþismi, ef þessu margi fjölgyðistrú, In polytheism, þá eru Guðir sem þegar reiðast þá varða til eldingar. then there is the gods that become angry and they send down lightnings. Þannig að það eru svona rangar tengingar við náttúruleg ferli. There are wrong connections to natural events. Þannig að það sagt að kristni, hún veitir alveg mjög góðar undirstöðu fyrir vísindi og þekkingu. And so we can see that Christianity or Christian belief gives a very good foundation for science and knowledge. Og við trúum líka að við höfum valfrelsi. And we also Og Guð believe skapar we okkur. have the Þannig að power of choice. þannig að við getum skilið heiminn So we can understand the world. og það séu að við séum sköpið mynd Guðs, að við getum hugsað rökrétt We are created in the image of God and we can think logically and reason. and reason. Þannig að þetta allt, tengist heimsmynd Biblíunar. This all is connected to the worldview of the Bible. Og þess vegna getum við sagt að Biblían, því að hún boðar rétta heimsmynd, And rétta mynd af heiminum, We can see that the Bible is giving us the correct worldview. að þá Biblían áreiðanleg. And thus the Bible is reliable. En ég vil samt nefna að þú hefur frá þetta vers tengt þessu, 2. Tímóteusbréfið 3. kafla 15. vers. And here is a verse that is connected to this. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heila ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesú. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise until salvation through faith which is in Christ Jesus.
En svo veitum við líka, eins og ég segja, það margt óljóst But we can say also there is a lot that Og- we don't know, og óskipt og það eiginlega fyrir okkur að svona vinna í og reyna að skilja og rannsaka og and that gives us reason to try to understand and try to research. eins og í 1. Korintubrefi 13. kafla þá segir Páll, nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í mólum, en þá mun ég gjörþekkja eins og ég sjálfur gjörþekktur orðin. So it says in 1 Corinthians, chapter 13, verse 12. For now we see through a glass, darkly, but then face to face. Now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Og eins og ég segi með Biblíuna, hún talar mannkynssöguna, jarðsöguna og öll þessi málefni, en þau eru dálítið þannig að því að hún ekki, tilgangur hennar ekki að vera að fara djúpt í þessu efni. En þess vegna sjáum við svona dálítið óskýrt í þoku. We see that the Bible talks about geology and the history and everything, but we don't have the whole picture. It seems like it's a little foggy. We can still learn. En heimsmyndin, það upplýsingar sem við fáum úr henni nægilegar, þannig séð. But the worldview that we get from Upp á the stóru Bible myndina. is enough. It's sufficient for us to create the big picture. Ok, og síðasta spurning sem ég ætla að eiga við And the last question get ég kynnst Guði persónulega? I want to deal with, can I get to know God personally? Og ég myndi segja bara út frá okkar þekking á náttúrunni, okkar þekking á guðfræði, I would say that from our knowledge of nature and of theology og svo mannkynssögunar, and from the history of man, að þá getum við séð we að can ef að Guð see til og hann skapaði okkur með öll þessi frábæri skinnfæri, if God created us and He created us with all these wonderful senses, að við getum bara séð í lit, skilur, og we can í see þrívít in og color and skynjað heiminn á ótrúlegan hátt three og dimensions, hlusta á tónlist og fengi gæsahúð and we can listen to music and get goosebumps, and og við getum upplifað bara í gegnum bænina og í gegnum okkar we can sense through samskipti við aðra through the prayer and through communication og with others, upplifað elsku, and we can perceive love. að sá sem skapaði okkur, The one who created us, hann vill að við upplifum allt það besta He wants us to sense all the best. og hann gaf okkur líka getur til þess að tala við hann og tengjast og skilja og He wants us skilja hver Guð us to experience the best and talk to Him and try to understand who He is, and He speaks to us also. þannig að það augljóst að sá sem skapaði okkur, hann vill í samskiptum við okkur It is clear that the one who created us, He wants to have connections with us, og það tengist aldrei eðli Guðs and that is connected to the nature í of okkar God. Guðfræði Guð þríeinn. Þetta eru þrjár persónur sem we hafa believe- lifað í sátt og samlyndi í kærleiksríku sambandi í gegnum eilífina. We believe in a three in one, a God who is in communication with others, Og þeir eru persónulegir. and Þeir these three persons, elska hvort annan they og love each other. og hafa gert það alla eilífu og þess vegna þeirra einsta eðli persónulegt og kærleikur. And they have communicated through eternity, and that is their nature, and that's why God is personal. Og þegar hann síðan skapar aðra verur, When He creates other beings, þá býður hann þessum verum inn í þetta samband. then He invites those beings into this Trinity. Og svo staðfestir Guð það með því að senda son sinn til jarðarinnar. Því að hérna var vandamál And God confirms that by sending Jesus to this earth because there was a problem. og Kristur kemur inn og tala til okkar á ótrúlegan hátt og And Christ comes and He speaks to us through many ways, in incredible ways.
og við höfum aðgang að þessari sögu. and we have access to this story. Þannig að get ég kynnst Guði persónulega Can I get to know God allt bendir personally? þess að já, And all the evidences say yes. þetta er mitt stutta svar That's my Good. short answer. við þessum stóru spurningum. En My answer to these big questions. nálæði yður Guði og þá mun hann nálgast yður. James 4:8 says, draw nigh to God and he will draw nigh to you. Nú það er hægt að gera þetta og þetta eru mín svör ekki fullkomin. My answers are not perfect, but this is possible. Það er hægt að reyna að setja sig inn í þennan heim sem við ættum að gera. Við heitum hérna alltaf á laugardögum, hverjum laugardegi. And we should try to understand this world, and we meet here every Sabbath. Til þess að tala þessar spurningar. Exactly to talk about these Til questions, þessa so geta þjónað. we can serve others. Og ef að þetta er það mikilvægasta sem fólk er að spurja, And if these are the most important questions that people are asking, þá er það okkar hlutverk. then it's our duty, Því að okkur þykir vænt fólk because we love people, að hafa réttu svör. Að hafa eitthvað svörum fyrir. it's our duty to have some answers for them. Þannig að það er mín bæn And that's my prayer. og ég vona að ég hafi bara svona rétt svona komið smá einspýtin. I hope I have awakened your interest. Og svo auðvitað getum við haldið áfram umræðina hérna núna það sem eftir er. En And we may can Guð bless ykkur. keep discussing this in the time to come. May God bless you, Og takk fyrir. and thank you. Takk fyrir þetta, Birgir. Já, við þurfum að hugsa, við þurfum að lesa, rannsaka og athuga með tilgang lífsins. Við skulum að lokum syngja sálminn nr. 384, Gefðu gætur að Jesú, og væri ekki bara tilvalið að standa á fætur, rétt úr okkur, á meðan við syngjum. 384. Hann
ætla eiginlega bara að ljúka aftur með ritningaversun okkar, með þessu loforði. Kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngjöra þér mikla hluti og óskiljanlega þú hefur eigi þekkt. Góði himneski Faðir, ég þakka þér fyrir þessa stund, þakka þér fyrir þína blessanir, þakka þér fyrir lífið, þakka þér fyrir heiminn. Þú hafi skapað hann, skapað okkur, skapað allt þetta fagre í kringum okkur, en þú hefur líka gefið okkur tilgang. Við vitum að hlutirnir eru ekki eins og þeir ætti að vera, og það er okkar hlutverk að vera hérna ljós í þessum heimi, vera blessun fyrir aðra. Og ég bið þig að blessa okkur, blessa okkar göngu með þér, gefðu okkur skilning, gefðu okkur þekkingu, gefðu okkur ást og djörfung og vertu með okkur. Blessaðu þessa kirkju, blessaðu kristna allan heim. Ég þakka þér í Jesú nafni. Amen.